verður teld á morgun. Mikil gleði ríkir í Vesturbæ Reykjavíkur og sjálfsagt víðar eftir sigur KR-inga og Grindvíkingum í bikarkeppninni í knattspyrnu á Laugardalsvelli í dag. KR-ingar urðu síðast bikarmeistarar 1967. Þá var ennþá vinstri umferð og flestir leikmenn KR-inga voru ekki fæddir. En við skulum líta á svipmyndir úr leiknum í dag. Já, áreiðanlega. Og hér kemur boltinn! Og rétt framhjá. En hér koma KR-ingar á fullri ferð og Rúnar Kristinsson ennþá á hægri vængnum. Á fullri ferð með boltann og hann kemst upp að þetta mörgum og setur fyrir markið. Dauðafæri KR-inga. Og þetta færi Rúnari Kristinsson að þakka. Tryggvi Guðmundsson hitt ekki markið. Hér kemur Grétar Einarsson. Sendir fyrir markið. Grétar og Kristján Finnbogason. Alltaf slá bolta þarna frá. Og nú var Kristján heppinn. Rúnar rosalega sterkur. Og hér Hilmar Björnsson komin inn fyrir og skotið á glæsileg markvarsla. Þvílík markvarsla hjá Hauki Bragasyni. Ég sá þennan bolta nú bara í miðjanetinu, innanverðu. Sjáuð þið þetta? Sjáuð þið þetta? Hér kemur skotið, glæsilegt skot og þvílík markvarsla hjá Hauki. En Þormóður og aftur Hilmar og boltinn fyrir og skotið núna rétt yfir frá Rúnari Kristinsson. Þetta var vel gert hjá KR-ingum. Þetta var ekki hægt að gera mikið betur. Grindvíkingar. Og hér kemur sendingin í teginn og færi og boltinn í stöngina frá Þórarni Ólafssyni. Það er Einar Þór Danielsson sem er að gera sig kláran. Nei, hér koma KR-ingar. Og færi Rúnar og hann skorar! Rúnar Kristinsson skorar fyrsta mark leiksins. Glæsilegt mark. Glæsilegt mark. Eldfljótt. Og Guðjón Þórðarsson byrjar að dansa samba. En þeir þurfa að gera meira en þetta. Það er áreiðanlegt. Hér kemur sendingin inn fyrir á Rúnar. Glæsilegt skot og hann klárar þetta meistarlega efst í þaknetið. Aftur hér. Já, Heimir Pása. Sendir inn á Einar Þór í dauðafæri og hann skorar. Og nú var Haukur Bragason dottinn í hitt hornið. 2-0 fyrir KR. Og nú lítur Guðjón Þórðarsson á klukku sína því að þó hann viti að nú sé örugg stund. Sjáum þetta markið réttur, öruggt skot hjá Einar Þór. Einar Þór er afskaplega flinkur leikmaður og fáir á vellinum eins flinkir með bolta eins og hann. Og Luka með sendingin á teginn. Og Luka aftur á skot og rétt framhjá. Frumur skot. Kostic, fallegt spil. Og Luka Kostic með boltan í tegnum. Kemur honum til á Þórarinn og Þórarinn með skot rétt framhjá. 27 ár eru liðin. Frá því KR vann bikar síðast. Eyjólfur Óðarsson dómari flautar hér til leiksloka. KR er bikarmeistari í knattspyrnu 1994. Bið KR-inga er á enda. Fyrsti bikar KR-inga í rúman aldarfjórðung. Þú kemur á að Skaga, bikarmeistari sjálfur, hvernig líður þér? Vel, ótrúlega döður vel. Þessi leikur erfiður. Já, hann var erfið, við gáttum klára hann í fyrri hálfleik en við gerðum það ekki og það er erfitt að taka ekki færin sín. Þetta er búið að vera lengur í sumar, þetta kunnugt vandamál. En grænið komur í seinni hálfleik og gerða þessu ætlum. Maður er búinn að bíða lengi eftir þessu, maður er búinn að vera í þessu mörg ár og við erum alltaf svona á hælunum á hinni lið og nú erum við búin að ná þeim og nú er ekkert aftur snúið. Og geta gömlu KR-ingarnir hætt að stríða? Já, gömlu KR-ingarnir og þeir sem eru á móti KR og margir. Draumaleikur hjá þér, þú fannst þig vel. Fór lengt, tók þig langa tíma að skora markið? Já, ég var búinn að fá færi, svona hálffæri og þegar maður fekk svona alveg færi þá setti maður hann bara strax. Fyrsta markið mitt í sumar, ég var búinn að bíða lengi eftir því. Þeir voru góðir og þeir hefur skilið fyrir baráttuna. Frábært lið. Ég bið fyrirliða KR að koma hér fram og taka móti mjólkurbikarnum fyrirliði KR. Og Þormóður Egilsson, fyrirliði KR-inga, er í þeirri stöðu, eftirsóttu stöðu, fyrirliða KR-inga í nær 30 ár að fá að lyfta Íslandsbikarnum.